kennarar og starfsfólk MH og aðrir góðir gestir. Ég býð ykkur öll velkomin til þessarar brautskráningar og vona við eigum hér ánægjulega stund saman. Ég heiti Helga Jóhannsdóttir og mun stýra athöfninni. Ég vil byrja á að þakka þeim Aðalheiði K.R. Ragnarsdóttur og Hildi Örnu Hrafnsdóttur fyrir hljóðfæraleikinn fyrir athöfnina. Það ómetanlegt að fá að hlusta svona fallega tónlist á meðan að bíða. Í dag verða brautskráðir 130 nemendur frá Menntaskólanum við Hamrahlíð af 8 námsbrautum. Í hópnum eru nemendur af alþjóðlegri braut skólans, IB-braut, og muni því segja örfá orð á ensku. I want to welcome you all, students and guests, to our graduation. The graduation will be in Icelandic, but I hope you will enjoy the program and the music. Í MH njótum við þeirra forréttinda að hafa öflugan skólakór og nýtum öll tækifæri til að njóta tónlistarflutnings. Nemenda okkar og kórstjórnanda sem að þessu sinni Gísli Magna í fjarveru Hreiðars Inga Þorsteinssonar sem staddur á kóramóti í Sviss. Hann sendir kærar kveðjur til okkar. Hlýðum nú á kór Menntaskólans við Hamrahlíð undir stjórn Gísla Magna flytja lagið Heyrði ég í hamrinum eftir Snorra Sigfús Birgisson, byggt á íslenskum þjóðlögum og ljóðið þjóðvísa. Að loknum tónlistarflutningi tekur til máls Guðmundur Arnlaugsson konrektor og síðan tekur eitt við af öðru samkvæmt prentaðri dagskrá. Kór MH gjörðu svo vel. Kæru útskriftarefni,
fjölskyldur og vinir, samstarfsfólk í MH, innilega til hamingju með daginn. Snemma á þessari raun urðu hér óvænt tímamót þegar Steinn Jóhannsson rektor fékk leyfi frá störfum. Helga Jóhannsdóttir var skipuð rektor í hans stað og mér var gift upp stjórnendastigðan í embætti konrektors. Áður en ég tók við sem konrektor var ég IB-starfsfræði og hafði yfirumsjón við IB-námi og nemendum hér við skólann. IB-samtökin við International Baccalaureate skipuleggja alþjóðlegt og samræmt nám á ensku sem virkt og vinsælt víða heim. Nú í maí eru 28 nýstúdentar sem útskrifast við braut. Þau hafa nýlokið 3 vikna lokaprófatörn og vita í raun ekki enn hvort þau hafi yfir höfuð náð prófunum. Það verður að teljast merkileg staða á manns eigin útskriftartegi. Mörg þessara nemenda skilja litla eða enga íslensku og mig langar þess vegna að ávarpa þau stuttlega á ensku. Dear IB students, it has been an honor to be with you these last 3 years. We, your teachers, who have tried to encourage and root for you along the way, see a group of students that has been truly transformed. You are a little older, very much more knowledgeable, skilled, and wiser, and ever so more tired than you were when you first came to MH. But fear not, the next few weeks will be a time of recuperation, and you will realize that your hard work was worth it. We all hope that you will look back at your years in MH with fondness, if not nostalgia. We will miss you, but we know that you will make us proud. And now I will switch back to Iceland. Þetta vorið kveðja 2 kennarar skólann eftir farsælan kennsluferil. Annars vegar Karl Hinrik Jósefsson, eðlisfræðikennari sem hefur kennt í MH síðastliðin 8 ár og hins vegar Ingibjörg Sigurðardóttir enskukennari. Ingibjörg kom fyrst í MH sem nemandi árið 1970. Hún útskrifaðist í hann vorið 1974 þegar MH var endurinn að kenna og bættist loks í hóp kennara árið 1983. Hún hefur kennt hér við góðan orðstíl, með fagmennsku og umhyggju fyrir nemendum en leiðarljóst. Slík starfsævi verður aldrei fullföld. En mig langar þó því við stundum að þakka fyrir þenni Ingibjörg. Þegar mér var gert ljóst að ég yrði nýr konrektor skólans var þrennt sem mér kom strax í hug. Í fyrsta lagi að ég fengi loksins skrifstofu með glugga. Þetta fenni fyrirmyndur vel. Í öðru lagi að ég fyrst að kaupa mér ný jakkaföt. Og í þriðja lagi að nú þyrfti ég að semja ræðu. Helst jafn skemmtilega og útskriftarræðurnar hennar Helgu, en það hægara sagt en gert. Þessi hugsun hefur legið yfir mér eins og mara síðustu vikur og daga, því það nefnilega í mjög mörg hörn að líta í annan hóp og við undirbúning útskriftar. Þetta hefði nokkuð grunn að konrektor hefði eitthvað að gera á þessum dögum. Jæja. Tækifæri til ræðu skrifa og yfirlesturs hafa verið ansi fá og því ekki laust við að ég finn ekki nokkrar samkenndar með nemendum okkar sem ég veit að glíma oft við það sama vandamál að finna tíma til að klára öll þau verkefni sem liggja fyrir. En það ekki eina dæmið samkennd mína með nemendum á þessa raun. Það hefur nefnilega verið ómögulegt annað en að hrífast með þeim í því sem þau taka sig fyrir hendur. Ræðuleg skólans komst í undanúrslit Málþings. Kór MH kom víða við og fór meðal annars í tónleikaferð Vesturland og vakti mikla lukku. Svo sló MH hjartað með Gettu beturliði skólans sem við hverjum dramatískum sigrinum og fætur öðrum varði titillinn og hélt hljóðnumannum í handbragðið. Og svo það uppsetning leikfélags MH á söngleiknum Diskoævi hér á Miklagarði. Sýningin bauð upp á allt. Stórkostlega tónlist í mögnum flutningi, frábæra sviðsetningu og dans, fantagóðan leik og ekki síðri söng.
Það rigndi úr konfektissprengjum yfir dverga, íþróttaúlfur kenndi skólabörnum veruleik, prófessor sofnaði bakari, ótal margar nærbuxur komu í ljós og við vorum leidd í allan sannleikann hvað væri. Á sýningum var samkeppnin með nemendum slík að mér fannst tíma að ég væri sjálfur upp á sviði og hefði í raun gefið mikið til að fá að vera þar í alvöru. 30 ára yngri. Í söngleiknum fáum við að kynnast prófessorinn sem rekur svonefndan fagmannarskóla á Diskói. Skólanum svipar margt til MH. Í báðum skólum bannað að trufla kennara ef þeir eru sofandi í tímum. Í báðum skólum læra nemendur ýmislegt gagnlegt, svo sem að hamast upp á sviði og vera með stjörnustæla, en líka að vera þæg, að vera góð, sitja á mottunni og hafa hljóð. En skólarnir eru líka hans ólíkir. Annað til dæmis gylltur píramidi undir hlíðum Glimmerfjalls, en hinn grá steinstuggur við rætur Öskjuhlíðar. En ég þó ekki í vafa hvort skólan ég kýs. Fagmannarskólinn á Diskói eftir heillandi og skemmtilegur, en MH trompar hann. Ég kýs þetta fallegasta dæmi brútalisma í íslensku markmiði. Og ég kýs alla okkar fjölbreyttu og frábæru skólamenningu. Í MH má nefnilega ekki bara syngja diskó, heldur líka skátalög, líka óperuskotinn jazz og líka framúrstefnuleg kórverk. Nú eitthvað allt annað. Í MH má klæða sig upp í diskógalla, en það má líka sleppa því. Það má meiri segja mæta í jakkafötum í MH. Í MH má læra íslensku og sögu og stærðfræði, en það má líka læra eitthvað allt annað. Í MH má berast á og kalla á athygli, en okkur þykir ekki síður mikið til ykkar hinn að koma sem gera það ekki. Í MH erum við nefnilega jafn mismunandi og við erum mörg. Í MH megum við vera við sjálf og það okkar helstu styrk. En í dag útskrifast þið og það komið tími til að klæða. Við vitum að þið farið vel undirbúin fyrir frekara nám og fyrir lífið sjálft. Einhverjir ykkar mun í framtíðinni verða ljóna- og kirkjuslöngutæmjarar og mögulega verða einn með 2 lögfræðingar í hópnum. Þið veljið ykkur þau viðfangsefni sem þið viljið, prófið eitthvað nýtt, styrkið ykkur í því sem þið kunnið vel nú þegar og við munum vera stoltir ykkur áfram. Þið eruð og verðið alltaf MH-ingar. Þið eru kannski mismikið glamúrhúmbilað og kandís-kandífloss. En þið eruð allt sem eitt, frábær. Til hamingju með daginn. Smá vinir farið for
Ég óska ykkur verðandi skírteinishöfum til hamingju með áfangann. Prófskírteinin sem þið fáið hér í ýmsum útfærslum og með mjög fjölbreyttu innihaldi. Skipting verðandi skírteinishafa á brautir sem hér segir: 8 á félagsfræðabraut, 3 á listansbraut, 3 á listmenntabraut, 2 á málabraut, 21 á náttúrufræðibraut og 63 á opinbraut. Auk þess útskrifast 28 nemendur af iðjubraut og 3 af fjölnámsbraut. Við tökum eina röð í einu, byrjum hér á fremsta bekk mér á vinstri hönd og svo koll á koll. Við höldum í þá hefð að klappa fyrir heilli röð í einu leið og þau hafa gengið tilbaka að sætum sínum og þau ætla að gefa sér smá tíma til að leiða ykkur að taka myndir af þeim og klappa. Adam El-Shaer, stúdent af iðjubraut. Við bíðum með það til að röðinu er. Adam Berg Gylfason, stúdent af opinbraut með áherslu á stærðfræði og ensku. Agnes Ósk Ægisdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á íslensku og jarðfræði. Aisha Maria Adam, stúdent af iðjubraut. Alexander Sól Bollason, stúdent af náttúrufræðibraut. Amelia Anna Kuczynska, stúdent af náttúrufræðibraut. Andri Lukas Snorrason, stúdent af iðjubraut. Anna Havonenko, stúdent af iðjubraut. Anna Valgerður Káradóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Anna Kristín Pálsdóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Ari Skúlason, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og líffræði. Armand Aronsson, stúdent af náttúrufræðibraut. Arnaldur Halldórsson, stúdent af opinbraut með áherslu á félagsfræði og dönsku. Aron Dagur Hansen Halldórsson, útskrifast af fjölnámsbraut. Auður Líf Stangeland, stúdent af opinbraut með áherslu á líffræði og samfræði. Álfrún Haraldsdóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Árilía Mist Sveinsdóttir, stúdent af listansbraut og málabraut. Ásthildur Óskarsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á íslensku og sögu. Baldur Kári Mals Allarsson, stúdent af opinbraut með áherslu á stærðfræði og eðlisfræði.
Birgir Gauti Kristjánsson, stúdent af náttúrufræðibraut. Birgir Hall, stúdent af opinbraut með áherslu á leiklist og tölvunarfræði. Björn Magnússon, stúdent af opinbraut með áherslu á sögu og ensku. Lædís Birta Sigurðardóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Bríet Bjarnadóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Brynhildur Anna Gunnarsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á sálfræði og ensku. Brynhildur Kristjánsdóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. César Mundean, stúdent af Víkurbraut. Chisom Elva Kristín Oswala, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og sálfræði. Daði Víðisson, stúdent af opinbraut með áherslu á íslensku og dönsku. Dagný Kara Sigurðardóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Dagur Rökkvi Bergsson, stúdent af opinbraut með áherslu á sögu og ensku. Daniel Alexandru Manaila, stúdent af Víkurbraut. Daniel Pétursson, stúdent af listmenntabraut með áherslu á leiklist. Daniela Sunna Svavarsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á íslensku og félagsfræði. Dharma Elisabeth Tómasdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á stærðfræði og eðlisfræði. Einar Marteinn Ólafsson, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og þjóðhagfræði. Eir Sveins, stúdent af opinbraut með áherslu á stærðfræði og ensku. Og Elisa Helga Alfreðsdóttir, stúdent af listmenntabraut. Elí Hrönn Hákonar, stúdent af opinbraut með áherslu á sálfræði og félagsfræði. Elisabeth Kristjánsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á félagsfræði og sálfræði. Emilía Magdalena Mietrus, stúdent af Víkurbraut. Emilía Atladóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á myndlist og sálfræði. Emilía Áróra Arnardóttir, stúdent af Víkurbraut. Erik Ingvi Brannan, stúdent af náttúrufræðibraut. Erik Nikolaj Bókov, stúdent af náttúrufræðibraut. Erna Lilja Magnúsdóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Eva Bernhöft, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og sálfræði. Eva María Wieler,
stúdent af opinni braut með áherslu á stærðfræði og leiklist. Eygló Ýr Eyjólfsdóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á myndlist og félagsfræði. Finnbjörn Neytansson Stakkás, stúdent af IB-braut. Fjóla Gerður Gunnarsdóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á sögu og íslensku. Freyja Marcel Urfalino, stúdent af opinni braut með áherslu á sálfræði og ensku. Frigg Einarsdóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á efnafræði og stærðfræði. Frosti Þór Skeiði, útskrifaðist með framhaldsskólapróf. Gló Bjart Úlftýr Ólafur Bartels, stúdent af opinni braut með áherslu á sögu og leiklist. Grace Marie Stravens, stúdent af IB-braut. Guðjón Daniel Bjarnason, stúdent af opinni braut með áherslu á stærðfræði og eðlisfræði. Hafdís Huld Helgadóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á dönsku og sálfræði. Halla Katrín Violet Ólafsdóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á stærðfræði og eðlisfræði. Halldóra Óskarsdóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á dönsku og stærðfræði. Haraldur Hjartarson, stúdent af opinni braut með áherslu á sögu og stærðfræði. Haukur Tór Hauksson, stúdent af náttúrufræðibraut. Hildigunn Grétarsdóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á ensku og jarðfræði. Hilmir Nói Hauksson, stúdent af opinni braut með áherslu á stærðfræði og tölvunarfræði. Hjördís Eleonora Tinnudóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á myndlist og félagsfræði. Hugo Darri Castellón Ottesen, stúdent af IB-braut. Inga Zalewska, stúdent af IB-braut. Ísak Edvin Kjartansson, stúdent af opinni braut með áherslu á ensku og myndlist. Íseldur Rún Hönnu Haraldsdóttir, stúdent af opinni braut með áherslu á sálfræði og félagsfræði. Ísolt Thoroddsen, stúdent af opinni braut með áherslu á ensku og myndlist. Jacinta Boakie Aguiemang, stúdent af IB-braut.
Jasmín Eva Sigurðardóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á íslensku og heimspeki. Jón Bragi Þórisson, stúdent af opinbraut með áherslu á stærðfræði og þýsku. Jules Hallas, stúdent af opinbraut. Karin Rut Guðmundsdóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Katarzyna Siewierska, stúdent af opinbraut. Katrín Perla Guðlaugsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á sálfræði og ensku. Kári Viðar Vignisson, stúdent af opinbraut með áherslu á sögu og sálfræði. Samuel Rodríguez Awad, stúdent af opinbraut. Kjala Bogi Hockett, stúdent af opinbraut. Kristín Rós Guevara Tomarao, stúdent af opinbraut með áherslu á sálfræði og ensku. Kristín Sara Jónsdóttir, stúdent af náttúrufræðibraut. Kristín Ísafold Traustadóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á íslensku og félagsfræði. Kristján Ædri Kristjánsson, stúdent af félagsfræðibraut. Kristján Múnarsson, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og sálfræði. Krummi Hjaltason Mortens, stúdent af opinbraut með áherslu á íslensku og sögu. Lilja Eiríksdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á sálfræði og ítölsku. Lukas Emil Jónsson, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og leiklist. María Sara Hlíðberg, stúdent af opinbraut með áherslu á sálfræði og félagsfræði. María Þrastardóttir, stúdent af listmenntabraut með áherslu á leiklist. Markús Þórðarsson, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og sögu. Mattea Júlíusdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á stærðfræði og efnafræði. Matthías Tumi Ragnarsson, stúdent af opinbraut. Maja Sjöfn Tipton, stúdent af félagsfræðibraut. Min An Dang, stúdent af náttúrufræðibraut. Sanan Suleria, stúdent af opinbraut. Cheyenne Suleria, stúdent af opinbraut. Nam Quang Mai, stúdent af opinbraut með áherslu á stærðfræði og efnafræði. Nicola Marie Dreyer, stúdent af opinbraut. Pétur Arnbjörnsson, stúdent af náttúrufræðibraut. Rafiatu Amakusaki, stúdent af opinbraut.
stúdent af náttúrufræðibraut. Roa Mohamed Fawzi Mohamed Abdel Fattah, stúdent af Viðbybraut. Robert Kaira Ísfeld, stúdent af Viðbybraut. Resarta Jónsdóttir, stúdent af Málabraut. Saga Evidóttir Eddarsdóttir, stúdent af Listmenntabraut með áherslu á myndlist. Salka Kristins, stúdent af náttúrufræðibraut. Sham Kahel, stúdent af Viðbybraut. Skorri Pablo Sverrisson, stúdent af Viðbybraut. Sólrún Sigurjónsdóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Sólveig María Berglindardóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og sálfræði. Sólveig Embla Einarsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á líffræði og stærðfræði. Sólveig Guðrún Guðjónsdóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á myndlist og jarðfræði. Stefán Máni Ingeberg Hlínarsson, útskrifast með framhaldsskólapróf. Stefán Egill Tryggvason, stúdent af opinbraut með áherslu á félagsfræði og líffræði. Stefán Logi Ægisson, stúdent af félagsfræðibraut. Sævar Larsen, stúdent af opinbraut með áherslu á sálfræði og líffræði. Sölvi Martinsson Kolmar, stúdent af opinbraut með áherslu á íslensku og sálfræði. Tinna Sólveig Kristjánsdóttir, stúdent af listnámsbraut. Urður Ósk Árnadóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á myndlist og leiklist. Urður Bartels, stúdent af opinbraut með áherslu á líffræði og ensku. Urður Eik Ægisdóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Úlfrún Kristínudóttir, stúdent af félagsfræðibraut. Valdís Katla Sörðardóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á líffræði og ensku. Vestur Árný Lindu Sturludóttir, stúdent af opinbraut með áherslu á leiklist og sögu. Víken Deka, stúdent af opinbraut með áherslu á ensku og sögu. Íó Lík, stúdent af náttúrufræðibraut. Þorbjörg Inga Hallgrímsdóttir, stúdent af Viðbybraut. Örn Kjartansson, stúdent af náttúrufræðibraut. Og auk þess útskrifast í dag Tína Derkjarts, stúdent af Viðbybraut, en hún gat því miður ekki verið með.
stúdenta og skírteinshafa að rísa á fætur og setja upp til sígilda tákn stúdentskóla. Gjörðu svo vel. Önnu Valgerði Káradóttur og Í.O.Í. að koma inn á þau. Sefdúks menntaskólans að Hamberlíð Anna Valgerði Káradóttir með 9,68 í meðaleinkunn á stúdentsprófi. Jafnframt viðurkenningu fyrir ágæta námsafengur í líffræði og spænsku. Dúks menntaskólans að Hamberlíð Í.O.Í. með 9,72 í meðaleinkunn á stúdentsprófi. Jafnframt viðurkenningu fyrir ágæta námsafengur í líffræði.
að biðja stúdenta úr þessari röð að koma nokkur. Álfrún Haraldsdóttir, Árelía Mist Sveinsdóttir, Daníela Sunna Svafarsdóttir, Fjóla Gerður Gunnarsdóttir, Halla Katrín Veifa Bæhald Ólafsdóttir og Hugo Darri Castillo Montesen. Álfrún Haraldsdóttir hlýtur raungrunarverðlaun Háskólans í Reykjavík fyrir ágæta námsárangur í stúdentsprófi. Hún hlýtur einnig viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í efnafræði og jafnframt viðurkenningu frá Íslenska stærðfræðifélaginu fyrir ágæta námsárangur í stærðfræði. Árelía Mist Sveinsdóttir hlýtur menntaverðlaun Háskóla Íslands sem eru veitt fyrir ágæta námsárangur í stúdentsprófi ásamt því að hafa lagt sitt af mörgum skólasamfélagsins. Fyrirgefið, ég verð að læra að stilla þessar hásum í hóf. Árelía Mist hlýtur jafnframt viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í frönsku. Daníela Sunna Svafarsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í félagsgreinum og íslensku. Fjóla Gerður Gunnarsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í heimspeki og íslensku. Halla Katrín Veifa Ólafsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í stærðfræði. Og Hugo Darri Castillo Montesen hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur á yfirbraut. Nú ætla ég að biðja þriðja og síðasta hópinn að koma til mig. Það Adam Berg Gylfason, Alexandra Sól Bolladóttir, Bríet Bjarnadóttir, Chisom Elva Kristín Ósvala, Eli Hrönn Hákonar, Eirík Yngvi Brannan, Hafdís Helgadóttir, Halldóra Óskarsdóttir og Vestur Árný Lindu Sturludóttir. Adam Berg Gylfason hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í ensku. Alexandra Sól Bolladóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í spænsku. Bríet Bjarnadóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í sögu. Chisom Elva Kristín Ósvala hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í ensku. Eli Hrönn Hákonar hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í sálfræði.
Erik Yngvi Brannan hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í eðlisfræði og jafnframt viðurkenningu frá Efnafræðifélagi Íslands fyrir afburða árangur í efnafræði. Hafdís Helgadóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í dönsku. Halldóra Óskarsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í dönsku. Og Vestur Árný Lindu Sturludóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágætan námsárangur í leiklist. Næst mun Baldur Kári, nýstúdent, leika á píanó.
ávarp skýrslinshafa og það Davíð Víðisson og Fjóla Gerður Gunnarsdóttir. Gjörðu svo vel. Komið sæl, kæru samnemendur, kennarar, aðstandendur og aðrir góðir gestir. Ég verð að viðurkenna að í aðdraganda þessa dags var mér ansi þungt fyrir brjósti. Að því talið á þessi áfangi að vera eintómt gleðiefni, en í huga mér hefur debutin aftur á móti verið plássfrekari en hamingjan. Ég skammaðist mig fyrir það alveg þangað til ég áttaði mig á ástæðunni að baki blámans. Kvöldið ég satt á snæðingi þá small eitthvað í huga mér. Maturinn á disknum mínum var til þess að ég sá tilfinningar mínar í glænýju ljósi. Það blasti við mér að upphituðu vörurnar í súrsætja sósu væru ágætis myndlíking fyrir þessi kaflaskeitt í lífi okkar. Því ef til að hugsa hverjum dytti í huga að fara að ræða skyndibita við þetta tilefni upp í pontu, en áður en þið gefist upp á mér þá skulum við hlýða á útskýringuna. Á þessum tímamótum lífið okkar voruvann, húður sósu, tilfinningu sem í senn bæði súr og sæt. Það verður vissulega súrt og sárt að kveðja skólafélagana, kennarana og umhverfið sem við höfum hræst í síðastliðin 3 ár. En þrátt fyrir að þessi stund sé þungin eins konar fyrirfram söknuði, þá var einnig uppfyllt af þakklæti og gleði. Þetta einkennilega blendna hugarástand orðaði Bangsimán afbragðsvel þegar hann sagði: "Hvílíkt lán að eiga eitthvað sem gerir manni erfitt að kveðja." Ég óstjórnlega þakklát fyrir þá vissu að ég muni koma til með að sakna MH og yndislega samferðafólksins míns hér. Í þokkabót bæði dísætt og spennandi að velta fyrir sér hinum óþrjótandi tækifærum sem framtíðin fyrir sköldi sér. Eins og endurreisnar goðsögnin Michelangelo Buonarroti sagði, þá geymir hver steinblögg styttu og hlutverk myndhöggvarans bara að finna hana. Framtíðin ósnertur fjallgarður sem bíður eftir hamri, meitli og röggsugum skapara. Þessi tímamót ekki söguendir, heldur kaflaskil. Leið á þessum kafla lýkur, þá hefst annar. Ég nam þetta viðhorf til lífsins í heimspekitíma á þessari önn hjá Guðrúnu Hólmgeirsdóttur. Þar lásum við fæðingarleikann, kennihugtak Hönnu Arendts, sem felst í því að skoða lífið út frá upphafinu en ekki endinu, fæðingunni í stað dauðans. Arendt vildi meina að við fæðumst ekki til að deyja, heldur til að skapa eitthvað nýtt. Þó að skólabókar mín í MH séu enda, þá hrifsar ekkert frá mér reynsluða á minningarnar. Þær hafa mótað mig og muni lifa svo lengi sem ég tóri. Þegar Guð lokar dyrum, þá... Já. Þegar Guð lokar dyrum, opnar hann glugga. Þetta segir barnfóstran María í söngverkum Söngvasegir sem við sýndum hér fyrir fullu húsi fyrir ári síðan. Nú, þegar menntaskóladyrnar að lokast, horfi ég tilbaka í gegnum hreyfuna. Brjóst mitt fyllist fyrst og fremst af þakklæti. Svo sé ég aðra glugga opnast, fulla af tækifærum. Í menntaskólanum við Hamrahlíð hef ég komist í snertingu við alls konar visku, áskoranir og fólk. Ég hef staðið andspænis fræðum sem höfðu áhrifin að kviku. Ég hef staðið andspænis fræðum sem gerðu ekkert fyrir. Ég hef kynnst allri flórunni af fólki sem ég sammála og ósammála. Ég hef tekið þátt í byltingu. Ég hef sigrað fyrir MH og ég hef tapað fyrir MH. Ég hef átt í samstarfi við MH og baráttu við MH. Skólaárin mín í MH voru áhugaverð. Skólinn hefur breyst frá því ég byrjaði í honum og skólaandinn í stöðugri þróun. Í þessari þróun hefur skólinn öðlast margt skemmtilegt, en líka meiri viðkvæmni. Það til dæmis orðið eðlilegt að banna leikrit, eins og ég lenti á skólagöngum minni. Menntaskólinn við Hamrahlíð samfélag. Í samfélagi þurfum við að hafa tækifæri til að starfa og láta til okkar taka, eiga samskipti, sýna hvar við erum og láta aðra taka eftir gjörðum okkar.
Nú horfi ég á gluggann opnast og sé nýtt upphaf. Nýja fæðingu, eins og fyrrnefnd Hannah Arendt orðaði. Upphafið felur í sér hið nýja. Það sem ekki var áður getur orðið. Við fæðumst ekki til að deyja, heldur til að byrja á einhverju nýju. Hver fæðing felur í sér möguleikann á því að breyta heim. Á þessum tímamótum vil ég hvetja samnemendur mína til að taka stökkum. Gerið það sem ykkur langar til að gera og gerið það fyrir ykkur sjálf. Þorið að vera þið sjálf og sækist eftir því sem þið brennið fyrir. Verum hugrökk og leyfum hjartanu að ráða för. Verið tilbúin til að gera mistök og opin til að læra af þeim. Leyfið ykkur að dreyma því þið getið gert hvað sem ykkur langar til. Það hefur verið heiður að deila 3 árum með ykkur og ég er spenntur að hitta ykkur í framtíðinni. Takk fyrir mig, elsku vinir, og takk fyrir mig, Pál. Þessa dagsetningu 28. maí verður því að muna því að eftir 50 ár ætlum við að halda upp á 50 ára stúdentasameiningar. Það er það sem að Dögg Pálsdóttir er að gera. Dögg ætlar að koma hérna upp og flytja ykkur hverju, gjörðu svo vel. Komið öll sæl og eins og fram hefur komið, ég heiti Dögg Pálsdóttir og ég er ein af þessum skrýtnu MH-vingur sem kontakt og sagði Þór í lögfræði. En það var ágætt ákvörðun og sér ekki eftir henni. Kæru nýstúdentar, foreldrar og aðrir aðstandendur, rektor MH, hálfrektor MH, kennarar og aðrir góðir gestir. Fyrir 50 árum vorum við liðlega 90 nýstúdentar sem stóðum hér á Miklagarði í nákvæmlega sömu sporum og útskriftarhópur dagsins. Flest byrjuðu við í bekkjarkerfi
en við lukum MH í áfangakerfi sem þá var nýmæli og fór ekki alveg hnökralaust af stað. Götin í stundaskráni voru mörg í byrjun og skóladagurinn var oft langur. Við útskrift kölluðum við okkur undrabörn kerfisins, líklega af því að við vorum svo hissa á því að takmarkið náðist. Útskriftadagurinn 16. maí 1975 var sólríkur og bjartur. Líkt og nýstúdentar dagsins settum við upp hvítu kollana full eftirvæntingar. Við stóðum á tímamótum, vorum orðin stúdentar, lífið var framundan. Og allt í einu eru liðin 50 ár frá þessum degi. Við erum reynslunni ríkari, við vitum að sígandi lukka er best, að sjaldan veldur einn þá tveir deila, að góðir hlutir gerast hægt, að fæst orð hafa minnsta ábyrgð, að það þarf sterk bein til að þola góða daga, það er mannlegt að gera mistök og að John Lennon hafði rétt fyrir sér þegar hann sagði "Life is what happens to you while you are busy making other plans." Þið munu standa í okkar sporum verði 50 ára stúdentar árið 2075. Ég veit að ykkur finnst að vera óralangt í burtu. Það fannst mér líka fyrir 50 árum síðan. En trúi mér, árið 2075 verður unnið upp fyrir varir. Og við sem þá, nú erum 50 ára stúdentar verðum þá orðina mold eins og lagið sagði hérna áðan. Næstu 50 árin verða spennandi ferðalag, dálítil óvissuferð þar sem skiptast á skil og skúrir. Ferðalagi kallar á forvitni, hugrekki, kjark og þor. Það þarf vilja til að grípa tækifærin, takast á við áskoranir og ögranir lífsins. Það þarf seiglu, það þarf jákvæðni. Það er svo margt sem verður auðveldara við að temja sér jákvæða sýn á lífið. Það þarf að læra að meta hversdaginn og það hversdagslega. Hversdagarnir í lífinu, þeir eru nefnilega svo miklu fleiri en sparidagarnir. Það þarf að gefast ekki upp þó að móti blási. Mótlæti þroskar og sýnir hvað í ykkur býr. Það er mannlegt að gera mistök og öll gerum við einhvern tímann mistök. Það þarf að læra að bregðast við mistökum, með því lærum við af þeim. Þannig öðlast meiri þroski og reynsla. Þó mikið sé til í setningunni hans Johns Lennon sem ég nefndi hér áðan, þá er gott að setja sér markmið, jafnt stór sem smá, til lengri eða skemmri tíma. Þannig má oft ná lengra. Það þarf að finna og meta hvar hæfileikarnir liggja, leysa það úr læringi og leyfa þeim að blómstra. Þó formúlegu námi ljúki, hvort sem það er núna í dag eða síðar, þá þarf að halda áfram að tileinka sér nýja þekkingu. Það gefur persónulegan þroska, eykur víðsýni og umburðarlyndi. Opinn og frjór hugur á auðveldara með að hugsa út fyrir kassan og finna lausnir. Það þarf að gefa sér tíma til að hlúa og rækta tengsl við sína nánustu og við vinina, bæði þá sem þið hafið þegar eignast og þá sem þið eigið eftir að kynnast. Fátt er dýrmætara en góð og samhent fjölskylda, en góðir vinir skipta einnig miklu máli. Tengsl myndast þó ekki af sjálfu sér, þeim þarf að sinna og gefa tíma. Líka í amstri dagsins, í anstreymi lífsins sem við öll lendum í, skiptir miklu máli að eiga góðan hóp, ættingja og vina til að halla sér að. Svo er gott að muna að það er mikilvægur og dýrmætur hæfileiki að hlusta vel á það sem aðrir segja, grípa ekki fram í, hrósa og hvetja. Kæru nýstúdentar, ég óska ykkur og fjölskyldum ykkar hjartanlega til hamingju með daginn og áfangan sem þið voruð að ná. Þó áfangin sé fyrst og fremst ykkar sigur, þá hafa ástvinirnir hvatt ykkur áfram og stutt ykkur á leiðinni hingað. Fyrir það ber að þakka. Áfangi dagsins er líklega og vonandi sá fyrsti af mörgum sem þið setjið ykkur á því lífsins ferðalagi sem framundan er. Á þessu ferðalagi er mikilvægt að muna að fortíðinni verður ekki breytt. Framtíðin er óráðin, það er dagurinn í dag sem skiptir öllum máli. Og dagurinn í dag er ykkar dagur.
Fyrir hönd undrabarnakerfisins 1975 þá óska ég ykkur innilega til hamingju og óska ykkur gæfu og gengis á lífsins vegi. Takk. Enn og aftur óska ég ykkur og fjölskyldum ykkar til hamingju í daginn og að hafa lokið þessum áfanga frá Menntaskólanum í Hamrahlíð. Ég stóð í ykkar sporum fyrir 40 árum síðan. Það er eins og það hafi gerst í gær. Ég var meira að segja með sama enskukennara og þig. Þegar ég horfði á prúðbúinn hópinn hér á sviðinu, hugsa ég til nemenda Fáunaskólans sem var starfræktur hér í vetur. Við útskrift voru þau komin í litrík föt og ekki lengur með eina sýn á framtíðina, heldur komið villta hugmyndir hvað hægt var að gera þegar maður er orðinn stór. Jafnvel óraunsæjar hugmyndir. En til að finna það sem maður vill verða, þá verður maður að fá að prófa ýmislegt. Það verður að vera hægt að láta sig dreyma og sjá hvort að draumarnir rætist. Í morgunvaktinum á Divisjóndaginn, þar sem þið reyndu fram glæsilegar kræsingar, sagði ég ykkur drauminn minn hrakfarir þessarar útskriftaráttarinnar. Og ég er svo glöð að hann er ekki að rætast. En ykkar draumar, hverjir eru þeir? Í ljóðinu Tölur og mengi eftir Eyþór Árnason segir: segðu mér drauma þína og þá færðu að heyra mína. Ef þeir skarast ráð að spenna beltin og leggja af stað út í óvissuna. Við höfum ferðast saman undanfarin ár og komið víða við. Á hverju önn voru það nýjir áfangar sem biðu ykkar með nýjum ferðafélögum sem biðu spenntir eftir að kynnast ykkur. Svo fóru þið að velja ferðafélagana fyrst og áfangana svo, en undir lokin voru þið til í hvað sem var. Það er það sem gerist í náminu í MH. Þú finnur þína leið, þínar áhersluð og þína áfangastaði. Ég vona að tilfinningin sé svo að ferðin hafi verið ánægileg og við þökkum ykkur fyrir að ferðast með MH. Við ykkur blasir nýtt ferðalag og ferðataskan er úttroðin af varningi sem er vonandi nýtast ykkur á einn eða annan hátt. Við verðum ekki með ykkur í nýja ferðalaginu, nema kannski bak við eyrað þegar þið viljið ekki ýmislegt sem þið gerðum hér í MH. Já, og hver veit nema MH komið við sögu seinna þegar þið komið hingað til að kenna eða starfa við eitthvað annað eða til að koma á útskrift afkominn ykkar. Það virðist langt í það, en trúið mér, það er ekki svo langt og það er líka bara mjög líklegt. En þangað til á margt eftir að gerast og fleiri ferðalög bíða ykkar þarna út í óvissunni. Ég vil þakka ykkur fyrir samveruna og færa ykkur árnaðaróskir frá kennurum og öðru starfsfólki skólans. Ég vil þakka öllu starfsfólki fyrir samstarfið á vorun og með þessari brautskrána frá Menntaskólans við Hamrahlíð segir skólanum slitið á þessu vorun. En ljóðið eftir Pál Ólafsson. Þegar við svo rýmum salinn og fjöldasögn loknum, þá ganga skýrtlinishafa Kristir út og svo kórinn á eftir og svo við hinn. Ég þakka kærlega öllum sem unnið hafa undirbúningi þessarar útskriftar. Ég minni á myndatökuna sem verður hér á eftir, svona cirka eftir 10-15 mínútur og fyrir IG students, don't leave MH yet, you have to take a picture of you. Við skulum öll rísa úr sætum og syngja saman.